þessum þætti ætlum við að kíkja á leikmunadeildina, en hún stundum kölluð proppsdeild. Förum og sjáum hvað þau eru að gera. Já, nú erum við stödd í leikmunadeildinni hérna og hér eru allir leikmunir ýmist búnir til eða þá við kaupum eitthvað sem breytt. Leikmunir eru í raun og veru allt það sem leikari notar til þess að koma myndinni til skila, leikritinu. Það eru líka hlutir svona eins og brúður, við erum með mikið af brúðum hérna í gangi. Hérna, páfagaukur, og úlfaldinn hérna að vera til. Og svo erum við með hérna í bakgrunninum þarna kommóðu. Sem dæmi, leikmunur getur verið ýmist það sem maður heldur á eða svona það eru innanstokksmunir. Oft ætlast til þess að þeir gera eitthvað sérstakt. Þá erum við að útbúa þarna kommóðu þar sem hægt að láta bara með að kippa í eitt spotta. Mér er skemmtilegt að leysa einhverja svona tæknilega þrautir. Mjög oft samstarf við búningadeildina líka. Og það til dæmis eins og grímurnar og þetta. Þetta allt samstarf milli búningadeildar og leikmunadeildar. Það kannski frekar þín deild samt, María, er það ekki? Já, mín deild virðist nú stundum vera ansi flæðandi. Ok, þeir eru kannski fyrir minni hausa en minn. Já, ég var að sýna ykkur dýrin sem við erum að vinna í. Oft lendum við í því að búningadeild og proppsdeild þurfa að vinna svolítið saman. Og þó að ég saumi kannski búning eða ég saumar reyndar ekki klæðskræðli að gera, en ég teikna búning, þá stundum þarf ýmislegt á búningnum að vera búið til í proppsdeildinni. Af því að þeir eru með náttúrulega miklu allt öðruvísi græjur en við erum með á saumastofunni. Og hérna erum við til dæmis með skjaldbökuskeljar sem við erum að búa til hérna. Og þær munu festast á bakið á leikurunum tveimur og þeir alltaf hip-hoppa. Þetta eru svona hip-hop skjaldbökur. Svo hérna erum við með til dæmis mörgæsir. Þetta er mjög létt. Og þessi krakkar, þau eru svo ótrúlega dugleg sem í sýningunni að þau ætla að steppa með þetta á sér. Í næsta þætti ætlum við að hitta danshöfund Kardimmónubæjarins, hana Chantel. Hlökkum til að sjá ykkur!